Við erum velkomin á árshátíð hjá nemendum. Í 5 ára þyngsta stigi. Og miðja stigið Barnaverndarstofunnar. Við ætlum að sýna ykkur leikrit Latabær. Leikritið eftir Magnús Gevings. Leikstjórar eru Hrund Malín og Íris Olga. Eru allir búnir að slá á farsímum? Passir að yngri systkini. Truflið ekki sýninguna. Nú skulum við kíkja á lífið í Latabær. Gjörið svo vel og góða skemmtun. Hérna, frú bæjarstjóri. Með svona fínu stimpli. Hvað skyldi þetta vera? Frá forseta Íslands? Hvað ætlaði að standa í bréfinu? Hvað? Kæru landsmenn, lýðheilsa Íslendinga skiptir okkur Björsamenn miklu máli. Vegna þessa höfum við ákveðið að haldnar verði íþróttahátíð í hverju bæjarfélagi. Við treystum á að þið svari kallinu og takið þátt í þessari miklu skemmtun. Eins og allir vita er hreyfing og hollt líferni nauðsynlegt fyrir bæði líkama og sál. Kæru landsmenn, góða skemmtun og áfram Ísland! Þið trúið þess ekki! Hverju? Hvernig óskopunum eigum að trúa eitthvað sem við vitum ekki hvað er? Það á að halda íþróttahátíð í Latabær! Líkt og þetta Latabær, loks er
áfráð með fullt af feikendum. Já, góð hugmynd. Gerðu það. Stína, Stína! Þú veist að ég vil ekki tala illa um aðra. Anna er nú Anna, hún er algjör naðra. Stína, Stína Símalína. Stína, Stína Símalína. Hér svo var ég að heyra sögu honum herði. Þú trúir því nú varla, en veistu hvað hann gerði? Stína, Stína Símalína. Stína, Stína Símalína. Stína, Stína Símalína. Stína, Stína Símalína. Hvað er nú aldrei frið? Ég er live. Ég tala við ykkur eftir smá. Hvað get ég gert fyrir þig, bæjarstjóri? Kæra frú, nú halda miklu íþróttahátíð hér í Laugardalsbæ. Af því tilefnum langar okkur að biðja þig að heyra í öllum vinkonum og bjóða þeim að taka þátt í þessari íþróttahátíð. Frú, hvað heldurðu eiginlega í sig gömul? Meðalaldur followerna minna er sko 17 ár. En hvað? Íþróttahátíð? Jú, sjáum til, fyrst að þú ert með svo marga followera, þú nærðu til svo margra í bænum. Þú getur kannski látið fréttirnar berast til allra í Laugardalsbæ, svo þau getur tekið þátt í hátíðinni. Jæja, til hvers ætti ég svo sem að gera það? Og ef þú ert að gefa það skyn að ég tali mikið, þá er það alls ekki satt. Það er bara bull. En þar fyrir utan þá tala ég eiginlega aldrei með nokkurn mann. Ég er of upptekinn þetta. Verið sæl. Hæ krakkar, I'm back. Vitið þið hvað ég voru hér? Haldið ekki að bæjarstjórn og bæjarrittarinn ætli ekki að halda einhverja íþróttahátíð. Hafið þið heyrt hana eins? Og hún lá bara á hnjánum og grátaði mig og hún bjargaði mér. Hvað eigum við nú að gera? Við verðum að koma þessari íþróttahátíð. Við getum ekki látið bæjarstjóra þekktan fyrir að taka eftir þátt. Hver er nú þetta? Nei, svo aldeilis hissa! Þetta er Goggi nágranninn. Hann er úti, núna! Ég skal nú segja þér eitt. Hann er einn af þeim sem horfir á sjófandan liðavangan daginn. Komdu sæll, Goggi minn! Já, hvað er það þú? Ég bara sá þig ekki. Það er ekki að skrýta með þetta fyrir augunum. Hvað er þetta eiginlega með að nefnu? Þetta er gelu, ofur gelu, með þeim getum við horft á ótal skjáu einum. Já, en færðu aldrei hugverku og glápa svo mikið á sjónvarpið? Þú ættir frekar að fara göngutúr í góða veðrinu. Göngutúr? Vitlaus kona. Þá missi ég á blæju og auginni og Kung Fu Panda 1, 2, 3 og 4 sem á að fara að sýna núna. Ég verð að flýta mig. Þetta er að fara að byrja. Þetta gengur nákvæmlega ekki neitt hjá okkur. Ekki geta
svarta fössara. Svo ekkert tilbúið í skaffbó og ég bara kaupa fötum fyrir verði. Og ég hef ekki make-up sem að svitna með. Ég á engan íþróttagalla. Ég á engan íþróttaskó. Ekki ég heldur og ekki ég. Þetta er frábært tækifæri. En þetta er allt of dýrt. Það kostar ofsalega mikla peninga. Já, ég á enga peninga. Íþróttir eru líka stórhættulegar. Alltaf einhver að togna og misstýra sig. Skólaverðir mínir eru sko ekki íþróttafólk. Já, og þetta er enginn fyrirvari til að spara.
svo lata hvað ég nenni því þetta verður bara latari og latari. Já, ég hef tekið eftir því. En hvernig get ég hjálpað? Gætið þú opnið augu íbúa fyrir betri og hollari líf? Og kannski látum þau taka þátt í þessari hátíð? Það er aldrei að vita. Ég skal líka mála að sjá hvað ég get gert. Endurvinnsluna og þú byrjar á því að fara út í göngutúr. Vittu til,
og ég get stolið stokkið mjög hátt og ég get sparkað fast, bolta. Glanni minn, það vantar ekkert sjálfsáldi hjá þér. Gleymdu þessu íþróttabulli. Við þurfum að finna eitthvað verðmætt í þessu krumma skuði. Já, annað en sjálfsáldi á honum. Já, en manni getur nú sátnað. Jæja, Maggi minn. Ég íþróttálfur og ég búinn að horfa
gott? Já, ég borða stundum kexkökur. Já, ég borða alltaf kexkökur og kornfríki. Bæði í hádeginu og í kvöldmat. Það er eftir lagi að borða einstöku sinnum sykrað morgunkorn, en þú þarft líka annan mat. Þú þarft að borða grænmeti og þú verður að borða kjöt og fisk, drekka vatn og taka lýsi. Lýsi? Új! Nú ætla ég að skrifa niður allt sem þú átt að borða í morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Mundu að líkaminn þinn er svo einu sem það átt. Þú verður að gefa honum hollan mat svo hann stækki og styrkist. Þú mátt ekki tróða svona miklu ruslfæð í henni eins og aðra hverja ruslatunnu. Þá getur þú orðið veikur. Vá! Þá get ég alveg hoppað og hlaupið út allt án þess að verða neitt þreyttur. Gangi vel, Maggi minn. Maggi minn, það er komin kvöldmatur. Það er fiskur í matinn. Ó nei! Eða byrju, jú! Ég er að koma! Ég er fædd með einum innstu blóm. Einhvern veginn fæ ég aldrei nóg. Þegar einhver auga gefur mér út í sjálfur beinar í fer. Og hvernig ég að hafa með hlutum. Langt sér að fleira, lóma samt í meira. Ég er fædd með einum innstu blóm. Sumum finnst ég kannski leiðinleg. Langir mig í eitthvað, þá slíti ég. Ég segi bara gjörðu röð. Gjörðu því að ég er alveg sög. Og stuða bara hvert ég geta kveð. Og enda með að hlaupa út í búið að kaupa. Langar samt að kaupa. Auðvitað sem ég eignast hverfa strax. Aldrei árið eftir næsta dags. Peninga er fáránlegt að fá, en fær maður svo ekki nóg að fá. Þeirra mína ætla ég að sveið. Peninga að spara, gera gráð og bara, eða eru til að eyða þeim. Á. Æ. Hvað? Af hverju ertu að gráta? Hefur einhver verið að stríða þér? Eða hrekkja þig? Nei, það er ekki það. Svona. Segðu mér nú, hvað er að? Ég heiti Solla. Ég heiti Solla Styrða. Solla Styrða? Af hverju ósköpunum ertu kölluð það? Heldur kannski að ég sé kölluð Solla Styrða af því ég er svo liðug? Er ekki allt í lagi með þig? Þess vegna er ég að gráta. Af því það er ekki allt í lagi með mig? Nei, af því ég er svo styrð. Ég get ekki einu sinni reimað með skóna. Ég get ekki bent mig niður. Ég næ ekki niður í skóna. Solla Styrða heiti ég, hrusk og klunnaleg. Solla Styrða, hér kem ég, kallandi svo slítur kallum fer. Mig langar svo að verða liður. Ég kann gera það í
ekki of seint. Ég er orðin svo stór. Já, guð. Nei, það er aldrei of seint. Til að verða liðuri, þetta ekki. Í nokkrar mínútur í hverjum degi setti ég hendurnar fram og teygði smám saman í ástina á tánum. Hrekkjusveinið, þetta var Hadda hrekkjusvín. Hún er alltaf að hrekkja alla. Guð, hún getur ekki eins og reyna á sér skóna. Greið. Já, og Halla alltaf að hrekkja alla. Þú veist, ég myndi aldrei meiða eða tala illa einhvern annan. Ekki ég heldur. Aldrei tala. Allt og góðhjartaður fyrir Þið gerir þannig bara... Ég er Hadda hrekkjusvín og voðalega vill. Ég veit ekki betur en að gera öðruvísi. Gaman er að reyna að afreita til steik. Aldrei hef ég litið að skemmtilega leik. Ég er Hadda hrekkjusvín. Ég leipa eftir krökkum og kífi þá slæs og bækir sem reyna og ég skemmt hær. Kífi þá og tegur sem túið þeirra á. Tegur mig ekki enn og svona komin á mig tjóð. Leikur er allt sem er gaman og ofbeldi líka allt sem er gaman. Þetta er ekki alveg rétt að þér, Halla mín. Sjáðu nú til. Ef þú harðreitir einhvern sem vill það ekki, þá er það ofbeldi. Ef þú sparkar einhvern sem vill það ekki, þá er það ofbeldi. En ef þú biður leyfi... Biður leyfi? Hvað meinar þeirra? Á ég að biðja leyfi á að harðreita krakka? Já, einmitt! Ef þú spyr, má ég harðreita þig? Og svarið er jákvætt, þá er það leikur. En ef svarið er nei, þá er það ofbeldi. Og Halla mín, maður á aldrei að beita ofbeldi. Já, en það vill enginn láta harðreita sig að sparka í sig. Það er einmitt það. Auðvitað vill það enginn og það er ekkert skrítið. Það vill heldur enginn fá snjóbolta beint í andlitið. Ef krakkar fara í snjókast, þá eiga allir að vera saman um að þetta sé leikur. Þú vilt ekki láta öðrum líða illa, Halla, er það? Nei, það bara vill enginn leika við mig. Ég á enga vini. Finnst þér það skrítið, Halla mín? Myndið þú vilja leika við mig ef að ég var alltaf að stríða þér og meiða þig? Nei, kannski ekki. Þú veist að bráðum verður haldin íþróttahátíð hér í Latabæ. Hei, ég veit að þú ert mjög góð í snjókasti. Var ekki þá tilvalið fyrir þig að keppa í kúluvarpi eða spjótkasti? Jú, það gæti verið gaman. Kannski ger ég það bara. Þurfum að æfa sig aðeins.
hátíðinni? Ég keppi aldrei á íþróttamóti. Ef ég keppi á íþróttamóti, það er mitt íþróttamót, mín keppni og ég vinn. Veistu að versti eiginleiki mannsins er að vera eigingjarn? Í íþróttum vinna menn saman eins og ein heild. Stundum tapar maður og stundum vinnur maður. Þú hefði gott af því að koma á æfingu. Þar læriðu að umgangast annað fólk og taka tillit til annarra. Verði ekki örugglega einn? Verði þetta örugglega mín æfing? Nei, allir keppendur þurfa að mæta á æfingu. Komið það, ég skal kenna ykkur nokkrar æfingar. Áfram! Jæja, þá getum við byrjað. Siggi, þú byrjar á því að standa á höndum, Solla fer í splitt, Maggi mjái, sundur saman, Goggi skíðaæfinguna og Halla upp á fætur. Og Nenni fram tilbaka. Komið svo. Áfram, aðeins herma hendurnar. Vel gert. Passaðu þig, Maggi minn, ekki ofreyna þig. Aðeins, vel gert. Við krafti í þetta. Áfram. Vel gert. Komið svo Siggi. Áfram Nenni. Og svo vel gert. Og svo fulla ferð og fylgja með. Stóri bikarinn sem sigurvegararnir fá verður geymdur hér í Latabæ. Svo mun forsetinn koma til Latabæjar og afhenda sigurvegararnir bikarinn. Þetta verður mikið heiður fyrir Latabæ.
Við verðum að passa byggarinn vel. Hvað að gerast hérna? Hvernig stendur því að hér fullt af fólki og við veitum ekki af því? Stelpur, upp með símana. Hi guys, við erum stödd í Latabæ og hér bara fullt af fólki og það var ekki látið mig vita. Þú veist, stelpur ekki lægi með make-upið? Nei, gæti gert maskan aðeins betur. Og ég myndi að aðeins minni bronsir að vera þú. Bara að segja. Venjulegast fer ekkert framhjá ykkur. Þið vitið nú að undirbúa fyrir íþróttahátíðina. Íþróttahátíð? Já, en ég vissi ekki að fólk ætlaði að taka þátt í henni. Já, ég held að allir væru sammála um að þetta væri bara bull og vitleysa. En á ég ekki að fá að vera með? Já, eða ég var héraðsmeistari í bolláti þegar ég var yngri. Það var mjög gott að þið þekkið það. Þegar þú þekktir áhrifavaldar og getur því auglýst keppnina á samfélagsmiðlum og hjálpaði að lýsa keppninni. Munið bara að tala vel um fólk. Þið viljið örugglega láta tala vel um ykkur. Er það ekki? Tala okkur eða? Alltaf. Hvað er það að tala um? Góða okkur. Jæja, ætli það ekki vera allir sofnaðir í Latabæ? Já, eða liggja bara í leti, eins og vanalega. Það er bikarinn! Það er örugglega hægt að selja hann bikar fyrir mikla peninga. Já, tökum hann. Hvað þið að gera? Hvað gengur hér á? Glæpi glæpur og kumpanar ætti að stela bikarnum en við stoppuðum það af. Nei, þetta er bara einn stór misskilningur. Við vorum bara að leita blómavasa fyrir ömmu hans hérna, hvað heitir áttu? Glandi! Ég held að það veri mynda. Þakka þú fyrir. Það er aldrei sýnt fyrir bæinn eiga svona duglega lögregluna. Hvað ætlaði hans að gera við þá? Hvað er í fangelsi? Já, réttast væri það. Nei, bíddu við. Við erum að halda stóra íþróttahátíð og okkur vantar einhvern til þess að vaska upp og skúra. Nú þið félaga standið ykkur vel og sýna ykkur sem treystandi, þá gætið þið fengið að taka þátt í hátíðarhöldum. Nei, ekki láta okkur skúra, við skulum aldrei gera þetta aftur. Ég ráðlætti fyrir sápu. Please, eitthvað annað að skúra. Hætt okkur frekar í fangelsi. Koma, krakkar, standu. Hætti þessu væli. Jæja, kæru keppendur og áhorfendur. Nú er landsliðið á íþróttahátíðina okkar og aðeins ein keppni eftir. Hverjir eru bestir? Latabæ! Já, svo sannarlega. En nú er komið að því að það verður keppt í 100 metra spretthlaupi sem er alltaf spennandi. Er ekki allir tilbúinir? Já! Takið ykkur stöðin, viðbúin, tilbúin, af stað! Bikarinn er mikils virði, en þó er sá sigur sem þið unnið á sjálfum ykkur ennþá meira virði. Latabær er svo sannarlega fyrirmynd annarra bæjarfélaga, en hér
birtast einkunnarorðin ykkar. Virðing, metnaður og vellíðan. Ég ætla að biðja bæjarstjóra og bæjarritara að taka við þessum bikar fyrir hönd bæjarbúa. Gjörðu svo vel og til hamingju með þennan frábæra árangur.